Ísraelsher hefur drepið minnst 22 í Líbanon í dag og sært yfir 100. Í gær skaut herinn 2 ára stúlku til bana á Vesturbakkanum. En lausn á ágreiningi vopnahlé á Gaza gæti verið í sjónmáli. Fylgi Sjálfstæðisflokksins óásættanlegt að mati Áslaugar Örnu Sigurbjörnsdóttur sem bauð sig fram til formanns í dag. Hún vill byggja flokkinn upp. Við erum að missa aflann frá okkur, segir bæjarstjóri Vesturbyggðar. Kvóti útgerðarinnar Þórsbergs var seldur frá Tálknafirði með tilheyrandi óvissu fyrir bæjarfélagið. Íbúar á mögulegu rýmingarsvæði á Norðurlandi eystra hafa að undanförnu dustað rykið af gömlum rýmingaráætlunum frá gosinu í Holuhrauni eftir að Bárðarbunga minnti á sig miðjan mánuð. Margir kettir eiga erfitt með að sætta sig við útgöngubann vegna fuglaflensu. Eigandi eins þeirra segir köttinn stara löngunaraugum út, enda sé hundleiðilegt fyrir hann að geta ekki hitt vini sína í hverfinu. Gott kvöld. Lausn á ágreiningi vopnahléð á Gaza gæti verið í sjónmáli, en í Líbanon skaut Ísraelsher minnst 22 til bana í dag og særði meira en 100. Samkvæmt samkomulagi átti Ísraelsher að fara frá Líbanon í morgun. Af því varð ekki, en fólk reyndi samt að komast heim. Flest stuðningsfólk Hezbollah. بالنهاية 4 إذا الجيش ما بده يفتح لنا الطريق نحن ما نفتح طريقنا. Ísraelsk stjórnvöld segja að Líbanon hafi ekki staðið við sitt og því þurfi herinn að vera kyrrt til þess að koma í veg fyrir að Hezbollah-samtökin nái aftur fótfestu. Á Vesturbakkanum var 2 ára palestínsk stúlka borin til grafar. Ísraelsher skaut hana í höfuðið. Herinn segist með máli til skoðunar og árásinn hafi beinst að hryðjuverkamanni. Ísraelsher hefur hert árásir á Vesturbakkanum frá því að vopnahlé tók gildi á Gaza. Bandaríkjaforseti hefur lagt til að Gazabúum verði búin ný heimili í Egyptalandi og Jórdaníu. Þannig telur Trump að fólki geti fengið að lifa í friði. Stjórnvöld í Jórdaníu hafna þessari hugmynd en hún hefur hlotið nokkurn hljómgrunn í Ísrael. Tugir þúsunda sem flúðu frá norðurhluta Gaza hafa beðið við vegtalma Ísraelshers síðan í gær, eftir því að komast loks aftur heim. Ísraelsk stjórnvöld sögðust í gær ekki ætla að hleypa fólki í gegn fyrir en Arbel Yehud verði sleppt úr haldi. En nú geti lausn verið í sjónmáli. Síðdegis bárust fregnir af því að samkomulag hafi náðst lausn Yehud. Sjálfstæðisflokkurinn þarf að endurnýja samband sitt við kjósendur og byggja sig upp, segir Áslaugar Örna Sigurbjörnsdóttir sem lýsti í dag yfir framboði til formannsflokksins. Húsfyllir var á fundunum en enginn úr þingflokknum. Tíminn núna, tækifærið núna, kæru vinir, það þess vegna sem ég býð mig fram til formanns Sjálfstæðisflokksins. Áslaug Arna sagði í ræðu sinni að flokkurinn þyrfti að ná vopnum sínum og hleypa fersku lofti inn á sama tíma og hún þakkaði fráfarandi forystu fyrir ómetanlegt samstarf. Leið og ég þakka Bjarna allt það dýrmæta traust sem hann hefur sýnt mér á liðnum árum, þá sendi ég honum góða kveðju. Reyndar afmæliskveðju af því að hann á afmæli í dag og þakka honum fyrir störfin sín. Áslaug önnur konan í sögu flokksins til þess að bjóða sig fram til formennsku. Hvenær tókstu þessu ákvörðun? Ég tók hana bara á síðustu dögum eftir að ég átti ótrúlega mikið og góð samtöl við flokksmenn sem ég ætla að halda áfram að eiga á næstu dögum. Finnurðu fyrir miklum stuðning? Já, ég búin að finna fyrir alveg ómetanlegum stuðning og það sem ég þykir vænst hvað það fjölbreyttur hópur úr á ólíkum aldri og úr kannski ólíkum fylkingum í flokknum. Mikið hefur verið talað fylkingar innan Sjálfstæðisflokksins og hvaða hópar fylki sér á bakvið væntanlega frambjóðendur. Mörg kunnugleg andlit voru á fundinum, gamlir þingmenn og ráðherrar, fyrrverandi og núverandi borgarfulltrúar, ættingjar fráfarandi formanns og þannig má áfram telja. Hins vegar var enginn úr forystu flokksins.
ég held að þau ætli bara að halda sig til hlés í þessu, leyfa flokksmönnum að ákveða hverju taka við forystu Sjálfstæðisflokksins. Þá var heldur enginn úr þingflokknum. Áslaug segir brýn verkefni framundan, bæði hjá ríki og borg. Fylgið eru auðvitað óásættanlegt og það er eðlilegt að flokksmenn vilji sjá meiri árangur og það var það sem ég var að fara hér yfir í dag með öllum mínum stuðningsmönnum og þeim sem komu hingað, hvernig við getum náð meiri árangri af því að það er það sem flokksmenn vilja, af því að við höfum öll þá bjargföstu trú á að með sjálfstæðisstefnuna leiðarljósi náum við einfaldlega meiri árangri fyrir Ísland. Eiríkur Bergmann, það oft rætt fylkingar í Sjálfstæðisflokknum. Hvað má lesa í þann hóp sem að mætti þarna til stuðnings Áslaugu Örnu og þá staðreynd að enginn úr þingflokknum mætti? Já, það eru margar vistaverurnar í Sjálfstæðisflokknum. Það verið talað hann sem breið fylkingu og hann hafi nú auðvitað þrengst aðeins með tilkomi nýrri flokka á herjavengnum, en það eru margir úr svona gamallri forystu Sjálfstæðisflokksins og svona ákveðin vít í flokknum sem þarna sumt af svona íhaldsamari öflum og líka þeim sem eru svona innri kjarna Sjálfstæðisflokksins, fyrrum ráðherrar og þess áttar. Áslaug Arna og Guðlaugur Þór hafa auðvitað barist í Reykjavík í prófkjörum og svo framvegis, þannig að það eru það fólk sem hefur stutt hana og líka fleiri sem þarna eru. En meturðu stöðuna þannig að hún eigi góða möguleika að verða formaður? Það hefur komið fram könnun sem var gerð fyrir Þjóðmál, Gallup könnun í síðustu viku sem að sýndi hana með nærri 40% stuðning. Já, henni hefur vaxið mjög ásmegin að undanförnu. Hún auðvitað kollnunga aldrei þó hún sé orðin allreynd í stjórnmálum og yrði yngsti formaður Sjálfstæðisflokksins ef hún hlyti kjörið. Hún hefur haft sterka stöðu. Hún hefur verið tiltölulega afgerandi stjórnmálamaður og ég held að margir sjálfstæðismenn líti til þess að Sjálfstæðisflokkurinn þurfi svolítið afgerandi forystu, meira heldur en verið hefur, og það eina af ástæðunum fyrir því að svona ásendin í kringum hana kannski að því leitinu til sterkari heldur en hjá Þórdísi Kolbrúnu, en auðvitað eru fleiri til kallaðir og gamall refur í stjórnmálunum leikur undir feldi, Já, það einmitt næsta spurning, það hafa fleiri verið orðaðir við framboð. Reiknar með að komi mörg framboð fram? Guðrún Hafsteinsdóttir hefur verið nefnd og það getur vel verið að hún bjóði sig fram, en ég held að stóra spurningin hljóta að vera Guðlaugur Þór Þórðarson sem að hefur verið lengi á fleti fyrir og annar tveggja reynstu mestu þingmanna landsins. Hann hefur áður boðið sig fram til formanns og þá gegn Bjarna Benediktssyni. Hann hefur sýnt það að hann á mörg líf í íslenskum stjórnmálum. Það auðvitað eftirtektarvert að hann hafi ekki nú þegar stigið fram og það segir einhverja sögu að hann sé að meta stöðuna, en ég alveg handviss það að telja hann sjálfur, hann eigi möguleika á sigri að þá mun hann bjóða sig fram og það það sem hann að meta núna. Guðlaugur Þór mjög metnaðarfullur stjórnmálamaður og það örugglega verið að teikna þetta allt upp við eitthvað herráðsborð. Einmitt. Þakka þér fyrir þetta, Eiríkur Bergmann. Viðbúnaðarstig verður öllum líkindum hækkað í þessari viku eða næstu vegna áframhaldandi landris á Sundhnúksgígaröðinni. Jarðeðlisfræðingur af Veðurstofunni segir erfitt að spá fyrir hvenær fara að gjósa, en það geti gerst hvenær sem Þau búast við að rúmmál kviku undir Svartsengi nái neðri þolmörkum í vikunni og líkur á kvikuhlaupi eða jafnvel eldgosi fari að aukast frá þeim tíma. Örlítið hefur hægt á landrisi á síðustu vikum, en sérfræðingar segja varasamt að lesa of mikið í það, veður geti truflað GPS-mælingar. Stór hluti af tekjum hafnarinnar á Tálknafirði gæti horfið eftir þetta fiskveiðitímabil þar sem kvótinn var seldur til útgerðarfélags Reykjavíkur. Bæjarstjóri Vesturbyggðar segir eðlilegt að afla sér landað þar sem miðin eru. Þetta auðvitað alltaf slæmt og þetta svo slæm þróun, bara sem hefur verið í gegnum tíðina. Síðan rauninni kvótakerfi var sett á. Þórsberg hefur gert út Indriða Kristins BA sem landaði 1300 tonnum á Tálknafirði í fyrra. Útgerðarfélag Reykjavíkur, sem í eigu Guðmundar Kristjánssonar, keypti allan krókaaflakvóta Þórsbergs fyrir 7,5 milljarð. Sveitafélagið átti ekki forkaupsrétt, en jafnvel þó svo hefði Vesturbyggð ekki fjármagn í slíka fjárfestingu. Við erum að missa aflaheimildir frá okkur
og það hefur engin ráð á því að kaupa aflaheimildir af þessari stærðargráðu hér á svæðinu. Þannig við erum að missa þetta frá okkur. Þetta er miðin okkar hérna fyrir utan og það er siglt með aflan burt. Árið 2015 var fiskvinnslu á Tálknafirði hætt þegar Þórsberg seldi aflamark sitt til Nesfisks í Garði en fékk krókaflamark í staðinn. Gerður segir fjölbreytni atvinnulífsins líða fyrir. Og það var náttúrulega mikill skellur 2015 þegar vinnslan hjá Þórsberg lokaði. En svo staðin núna þá er verið að landa í Tálknafirði og verður að með skilst gert út þetta fiskveiði tímabil en svo er óvissa eftir það. Þetta séu stór hluti af tekjum hafnarinnar. Maður hefur náttúrulega bara áhyggjur af því hvernig þetta verður svo. Missum við allan aflan frá okkur á endanum. Það þarf allan að grípa inn í þetta ef það á ekki að vera þannig. Íbúar á Norðurlandi eystra hafa dustað rykið af gömlum rýmingaráætlunum frá gosinu í Holuhrauni eftir skjálftahrinu í Bárðarbungu miðjan mánuð. Bóndi í Öxarfirði segir fólk í sveitinni almennt nokkuð yfirvegað. Fari svo að gos hefjist í Bárðarbungu þurfa íbúar í Bárðardal, Útkinn og Öxarfirði að vera viðbúnir rýmingu vegna jökullaups. Til að átta sig betur á umfanginu eru hátt í 100 hús auk fjölda sumarhúsa á skilgreindu hættusvæði í Öxarfirðinum einum. Við þetta bætast svo 3 stærri vinnustaðir, skóli og verslun. Kristinn Rúnar, bóndi á Hóli í Öxarfirði, segir íbúa þar í sveit nokkuð rólega samt sem áður. Þetta rifjar upp að það var gert eitthvað plan hérna 2014-15 og menn eru svona bara að reyna að rifja upp hvað átt að gera þá og dusta rykið af þeim upplýsingum sem þá voru gefnar út. Þá segir hann mikilvægt að skepnurnar gleymist ekki fari allt af stað og nefnir að 100 hross séu niðri við sandana skammt frá heimili hans en þar þurfi ekki mikla vatnavexti svo allt fara á kaf. Síðan er það bara sú starfsemi sem er orðin mjög öflug hérna, það er fiskeldið, 2 fiskeldisstöðvar, önnur hérna í Kelduhverfi og hin í Öxarfirði. Fjölskyldan á Ferjubakka er ekki ókunn Jökulsá, enda með góða sýn yfir bakka hennar út eldhúsgluggann. Maður treystir bara á yfirvöldin að láta vita ef það er eitthvað sem þarf að gera. Þetta er ekkert eitthvað sem hræðir, þetta er, maður fylgist með, en þetta er ekkert eitthvað sem maður er stressaður yfir eða er hræddur við. Svala segir engan formlegan undirbúning hafinn en viðurkennir að hugurinn sé í starthólunum því það geti tekið svolítla stund að koma 5 manna fjölskylda á stað. Yngsti er 6 vikna og elsti 9 ára 3 ára, þannig að það er ekki hlaupið að því beint að bara hoppa út í bíla og 0-1 sko. Þannig að maður svona í huganum er farin að hafa kannski aðeins fleiri aukablegri skiptitöskunni. Alexander Lukasjenka vinnur öruggan sigur í forsetakosningunum í Belarus í dag samkvæmt útgönguspá. Lukasjenka fær 87,6% í spánni sem var kynnt nú síðdegis. Hann hefur verið forseti Belarus frá 1994. Lukasjenka er stundum kallaður síðasti einræðisherrann í Evrópu. Allir raunverulegir pólitískir andstæðingar hans eru ýmist í fangelsi eða í útlegð. Þegar Lukasjenka lýsti yfir sigri í kosningunum 2020 brutust út fjöldamótmæli og Svetlana Tikhanovskaja, leiðtogi lýðræðisafla í Belarus, flúði land. Yfir 1000 sitja enn í fangelsum vegna þátttöku sinnar í þeim mótmælum. Forstjóri náttúruhamfaratryggingar vísar á bug gagnrýni á vinnubrögð matsmanna stofnunarinnar í Grindavík og segir þá sjálfstæða í sínum störfum. Hún segir sjálfsagt að fólk leiti réttar síns sé það ósátt við matið. Tugir Grindvíkinga telja matsmenn náttúruhamfaratryggingar vanmeta tjónið á eignum þeirra svo milljónum skipti og undirbúa málaferli. Forstjóri náttúruhamfaratryggingar telur það ekki áfellisdómi yfir stofnuninni. Þetta er bara réttur borgarinnar til að leita síns réttar og við virðum hana algjörlega. Ef fólk er ósátt við matið getur það leitað til sjálfstæðrar úrskurðarnefndar náttúruhamfaratryggingar sem er óháð stofnuninni eða farið með málið fyrir dómstóla. Grindvíkingur gagnrýndi vinnubrögð stofnunarinnar í fréttum RÚV í gær. Hann fékk tjónmetið upp á 4 milljónir króna í húsi sem hann telur algjörlega óíbúðarhæft. Matsmennirnir voru 45 mínútur að meta tjónið. Er það nægur tími til þess að meta tjón upp á milljónir? Við erum með bara færustu menn landsins í þessu verkefni og við teljum að þeir meti sjálfur hversu langan tíma þarf á hverjum stað. Fleiri hafa sveipaða sögu að segja. Fréttastofa hefur heimildir fyrir því að hópur eigenda hafi sjálfir ráðið til sín matsmenn til að meta tjónið
Von sé á niðurstöðum í næsta mánuði. Nýtt og hærra mat myndi styrkja málstað þeirra fyrir dómstólum. En Hulda telur ekki ástæðu til að draga upprunalegar niðurstöður matsmannastofnunarinnar í efa. Og þeirra starfsheiður byggir á því að þeir vinni þetta með faglegum hætti og án utanaðkomandi áhrifa. Barnaskólinn á Seyðisfirði hentar ekki sem nútíma grunnskóli, heldur hvorki vatni né vindum, allsettur stigapöllum og ófær fötluðum. Stærsta framkvæmd Múlaþings á næstu árum verður að byggja nýjan grunnskóla á Seyðisfirði fyrir hátt í milljarð króna. Það eru eflaust ekki margir grunnskólar á landinu sem eru reknir í 118 ára gömlu húsi. Gamli barnaskólinn á Seyðisfirði var keyptur til sniðinn frá Noregi og reistur árið 1907. Krakkarnir vita að nú stendur til að byggja nýjan skóla með mötuneyti í stað þess gamla sem dreifir starfsemi fleiri hús. Það er því að hann lekur og hann er mjög gamall. Og líka því við þurfum alltaf að hlaupa til að fara í mat og þetta. Inni vekur athygli ævintýralegt stigarými í miðju hússins. Eina leiðin til að komast á milli hæða að klifra bratta stigana. Aðgengi fyrir fatlaða, það vantar allt aðgengi. Hér erum við bara með tröppur allstaðar. Alveg krakkarnir koma inn í kjallaranum, ganga upp tröppur og upp í stofurnar. Stundum rignir inn og stundum getur verið stundum hvasst inni líka ef það er hvasst úti. Það er mjög hljóðbært það heyrist allt sem að gerast í húsinu, maður heyrir það hvað sem maður staddur. Það heyrist líka mjög mikið þegar einhver sturtar niður. Já. Og líka þegar fólk upp að labba. Það líka lekur stundum. Já, lekur í gluggunum. En ekki þar fyrir þetta hús alveg glæsilegt og yndislegt hús og góð sál í því. Þannig að ég ætla nú ekki samt bara að tala illa það sko. En sem skólahúsnæði það ekki mjög praktist. Nú ætlar Múlaþing að byggja nýjan grunnskóla en óvíst hvað verður gamla húsið. Samið hefur verið hönnun við arkitekta og verkfræðinga og byggt verður á hluta á grunni sem gamli Seyðisfjarðarkaupstaður steypti fyrir löngu. Þetta ágæta húsnæði sem við stöndum hér í og við fullir ekki lengur þá staðla sem við gerum kennsluhúsnæði. Það þarf orðið ást og umhyggju og við teljum að við séum kannski ekki rétti aðilinn til að sinna því. Það er orðið nauðsynlegt að byggja hér upp þann grunnskóla sem áætlað var að byggja hér upp fyrir 40 árum og nú ætlum við að láta af því verða. Nýji skólinn mun kosta 8 til 900 milljónir króna. Framkvæmdir eiga að hefjast á næsta ári og skólinn á að vera tilbúinn árið 2028. Friðrik Ólafsson, fyrsti íslenski stórmeistarinn í skák á Stóramali í dag. Lykillinn að velgengni að hans mati að leggja ríka rækt við það sem maður gerir af lífi og sál og skilja ekkert undan. Fjölmenni kom saman til að fagna níræðisafmæli Friðriks í Hörpunni í dag. Hann tók þátt í skákmóti í fyrsta sinn, aðeins 11 ára gamall og á glæstan feril að baki. Hann var Íslandsmeistari í skák 17 ára gamall, Norðurlandameistari ári síðar og stórmeistari í skák árið 1958, fyrstur Íslendinga. Hvað það eftirminnilegasta við ferilinn? Þegar ég vann með stærsta sigur 20 aldri og kom Íslandi á kortið í skák Hastings 1955. Ég held að þessi örugglega með stærsti sigur þannig sé að það kom mér á rekspöld. Hann segir utanumhaldið á skákinni vera aðeins öðruvísi í dag en hér áður fyrr. Það alltaf öðruvísi en það sami kjarninn, mann tefla sama marki, það að vinna. Friðrik var útnefndur heiðursborgari Reykjavíkur árið 2015 og sama ár gerður að heiðursfélagi Alþjóða skáksambandinu en hann var forseti þess 1978 til 1982. Núverandi forseti sambandsins fagnaði með honum í tilefni dagsins. Eftir það var Friðrik skrifstjórstjóri Alþingis. En hvaða ráð hefur Friðrik fyrir þá sem vilja ná langt í skákheiminum? Það náttúrulega stunda það sem þú leggur rækt við af alúð og dyggð og aldrei víkja af vegi og þá mun gæfan brosa við þér. Útikettir sem haldið inni á meðan fuglaflensa gengur yfir eru margir viðþolslausir og leiðir. Dýra atferlisfræðingur segir hægt að líka þessu við COVID-faraldurinn en kettirnir geti ekki bakað súrdegsbrauð til að stytta sér aldurs. Þetta kötturinn Volvo. Hann mikil félagsvera sem hefur getið sér gott orð í hverfinu, raunar samfélagsmiðlastjarna og heimsækir reglulega verslanir og bari í nágrenninu. En síðustu vikur síðan Matvælastofnun ráðlagði fólki að halda köttum inni vegna fuglaflensu
Hann var einst Volvo eins og öðrum útiköttum krefjandi. Honum finnst það mjög leiðilegt. Hann á marga vini hérna í hverfinu og vill gjarnan heimsækja þau. Börnin reyna að leika við hann svona til þess að hafa ofan fyrir honum en honum finnst ekkert skemmtilegt. Stari löngunur augum hérna út gluggann. Ég held að sé kannski frekar svona leiðilegt fyrir þá heldur en mjög streituvaldandi og að verða kannski svona aðeins viðþolslausir út af því að kettir eru náttúrulega í eðli sínu rándýr og rándýr afmarkar sér svæði og ganga svæðið og athuga hvort það sé ekki allt í lagi þar og það getur verið væntanlega fyrir það svolítið óþægilegt að komast ekki í að sjá það svæði. Og eins og önnur rándýr hafa kettir veiðeðli, hvort sem bráðin smádýr, laufblað í vindi eða snjókorn. Innandyra þarf að finna aðrar leiðir til að svala þeirri þörf. Leika svolítið mikið við að kaupa fyrir þá eitthvað dót og reyna bara líka eftir náttúrulegu umhverfi eins og hægt og útbúa þeim eitthvað svona sem þeim finnst áhugavert og forvitnilegt og skemmtilegt að skoða. Fólki hefur til dæmis verið ráðlagt að fara með ketti með innilokunarkennd út í taumi en það ekki fyrir hvern sem að reyna að venja kötta á að vera í bandi. Volvo virðist til dæmis alveg hafa skemmt sér betur. Fróði segir ekki margt ólíkt með því sem kettirnir þurfa að þola núna og við mannfólkið upplifðum á COVID-tímum. Ég held að sé klárlega þetta líka svo saman. Ég held að þetta sé svipað sem kettirnir eru að gangi í gegnum. Þeir eru bara kannski aðeins leiðir á því að vera inni. Það ekki jafn örvandi fyrir þá og það þarf að hafa ofana fyrir þeim. Þeir get ekki alveg farið í það að finna uppskrift af súrdeigsbrauði og fara að baka sjálfir sko. Þannig að það þarf svolítið að sjá til þess að umhverfið þeirra sé örvandi og skemmtilegt. Já, kettirnir þurfa að stytta sér stundir. En þá að veðri. Á morgun kemur fremur lítil lægð úr vestri að landinu. Vindur verður fremur hægur og breytileg vindátt. Það þyknar upp vestanlands með éljum, annars víða bjart og þurrt veður en stöku él við norðurströndina. Frost 2 til 15 stig. Kaldast inn til landsins austan til. Kristín Hermannsdóttir veðurfræðingur fer nánar yfir horfur næstu daga að loknum íþróttafréttum og það hann Almar Ormarsson sem að færa okkur þær í kvöld. Íslenska karlalandsliðið í handbolta lék mögulega síðasta leik sinn á heimsmeistaramótinu í ár. Liðið þarf að treysta á önnur úrslit til að komast upp úr milliriðli. Opna ástralska risamótið í tennis kláraðist helgina. Í bæði karla- og kvennaflokki voru sigurvegarar síðasta árs mættir í úrslit. Og frábærir danstaktar sáust í Laugardalshöll í gær þar sem keppt var á Reykjavíkurleikunum. Þetta og fleira í íþróttum hér rétt á eftir. Og þá ætlum við að rifja það sem var helst í þessum fréttatíma. Ísraelsher hefur drepið minnst 22 í Líbanon í dag og sært yfir 100. Í gær skaut herinn 2 ára stúlku til bana á Vesturbakkanum. En lausn á ágreiningi vopnahléð á Gaza gæti verið í sjónmáli. Fylgi Sjálfstæðisflokksins óásættanlegt að mati Áslaugar Örnu Sigurbjörnsdóttur sem bauð sig fram til formanns í dag. Stjórnmálafræðiprófessor telur flokksmenn leita að afgerandi forystumanni og það geti skýrt auknar vinsældir hennar. Við erum að missa aflann frá okkur, segir bæjarstjóri Vesturbyggðar. Kvóti útgerðarinnar Þórsbergs var seldur frá Tálknafirði með tilheyrandi óvissu fyrir bæjarfélagið. Íbúar á mögulegu rýmingasvæði á Norðurlandi eystra hafa undanförnu dustað rykið af gömlum rýmingaráætlunum frá gosinu í Holuhrauni eftir að Bárðarbunga minnti á sig miðjan mánuð. Næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 10 í kvöld og RÚV.is uppfærður allan sólarhringinn. En þessum fréttatíma lokið. Takk fyrir samfylgdina helgina og verið sæl. Á RÚV í kvöld. Ætli ég hef ekki vitað, bara mjög ung.